Góðan daginn, gott fólk og velkomin á þennan ágæta stað okkar sem við erum nú aðeins farin að þekkja hvernig er útlit og einnig umræðuefni sem hér verður. Við þekkjum Guðsorðið vel og elskum auðvitað Guðsorðið eins og kristnumönnum sæmir. En það er ekki allir kristnir og það vitum við vel og við vitum líka að sá sem er ekki kristinn, hann gefur nú eiginlega ekkert mikið fyrir kristna trú og það er alveg eðlilegt því að sá sem eða hvernig náttu svo sem að meta það sem hún þekkir ekki hausnisborð á og ég spyr nú þess vegna hefur ekki jafnvel ekki mikla mætur á þessar kristnu trú þér finnst hún ekkert gert annað en að vera bara fyrir og þvælast fyrir en þetta er bara þín afstaða til málsins vegna, segi ég, vanþekkingar á efninu. Þannig að þú, eins og ég og við öll þurfum að læra þessi atriði eins og öll önnur atriði. Og þegar við höfum lært atriðið, þá er nú allur möguleiki á því að við þurfum að meta þetta með réttum hætti, við virkari hætti og sanngjarnari hætti. Sanngjarnt eða ekki sanngjarnt, ég raun og veru skiptir engu máli, en þegar vanþekkingin ríður húsum, þá vil nú misskilningurinn fylgja svo litið með þegar við erum á annað borð að tjá okkur efni sem við þekkjum ekki neitt. Það er ekki rétt hjá mér. En yfirlýsingarnir eru margs konar sem að kemur bara upp viðkomandi, mann veit ekkert hvað hann er að tala. Og það er nú kannski ekki gott veganesti, en þetta fylgir okkur mönnunum vegna þess að við erum svo fljót að grípa til alls konar ályktana í einu og öðru máli. En svo kemur gangan og við þurfum að læra á hana og skilja út á hvað þetta gengur og við komumstum að því, ég segi, betra fyrr en seinna, hverju við þurfum að deyja í okkur sjálfum ef við ætlum að standast þessa göngu eins og við viljum og það fyrir náttúrulega enginn á staði þessa göngu sem ætlar ekki að klára dæmið. En hvað vitum við það? Þess vegna erum við sem erum reynt fólk í trúnni að deila skoðunum okkar og reynslu í þeirri von að sá sem veit aðeins minna, hefur reynt aðeins minna, að hann læri bara sína leksju og leyfi reyndari fólki að bara leiða sig veginn. Það er mjög gagnlegt fyrir hvort sem er mig eða þig að fara þessa leið því að hún er svo rosalega hjálpleg. Þetta vill segja mér það, Konráð, hlustaðu á þér reyndari og sjóaðri menn í fræðunum og það hef ég nú blessunarlega gert og það hefur hjálpað mér meira en mig sjálfan grunar raun og veru svona þegar fram í sækir. En Drottinn er náttúrulega minn helsti kennari og hann leiðir mig þennan veg, en hann leiðir mig líka til manneskja, mann og kvenna sem eru á þessum stað og til fólk sem hefur verið heiðarlegt í trúnni sinni og ég er nú svo blessaður þar að ég hef nú verið eiginlega mest innan það en ég hef nú séð þitt því miður og ég er nú ekki hrifinn af því að eiga þá vitneskju. En hún er þarna líka vegna þess að við erum misjafnt fólk og við erum með alls konar skoðanir sumt á okkur þegar við komum inn í þetta og jafnvel alveg kolrangar skoðanir á ýmsu vegna þess að við erum búin að soga svo margt inn í okkur úr heiminum og svo kemur trú ofan í það, þá bara verður ruglingur í hjartatetrun okkar. Og þannig komum við inn í kennsluna og kennslan, hún er markviss biblíukennsla, hún er mjög góð, hún fer að tína úr þessi strá sem er ekki sömu lit
og trúarstráin okkar eru. Og þetta tekur allt sinn tíma. Það er að segja, ef að menn vilja fara þessa leið, þú athuga það að þú ræður öllu allt sem er að gerast í þín ranni, trúarranni. Það getur engin hlutast neitt til það, annað er að gefa ráð. Og það er mitt val að þiggja ráð og að fiska það fólk út sem þú sérð að það er svona heilt í sinni trú og vera þar. Ekki með bullinni sem er í gangi. Sumir fara þanga vegna þess að þeir eru í eðli sínu bullarar sjálfur. Og það vilt þú ekki að sé hent upp á þig en ég heldur. Þannig að við ráðum þessu öllu sjálf hvernig við afgreiðum þessi mál. Þess vegna er það svo gott ráð sem að ég veit að þú er oft heyrt og þetta er ráð sem eru gefin bara öllu fólki. Það er að falla fram fyrir fætur drottins á hverjum degi, hverjum morgni þú vaknar og segja, hér er ég drottin, hjálpaðu mér að ganga þennan dag eins og þú vilt að ég gangi hann. Nákvæmlega, eins og þú vilt að ég gangi hann. Þetta er gott veganesti fyrir alla trúaða menn og konur sem að vilja fara þessa leið og ég þekkir endar engan kristinn einstakling sem veit svona upp og niður hvað trú er, sem vill ekki gera það sem er rétt. En sumir eru ekkert að gera það sem er rétt, sem er allt annað mál. Og akkur er það? Já, akkur gera menn ekki það sem er rétt? Ég bara veit það ekki. En ég get alveg getið með þess til að menn hafa verið að fóðra sig á einhverju, segir ráð frá einhverju sem veit ég raun og veru ekkert hvað hann er að segja, niður ráðleggja Þetta er út allt. Kristnin hefur þetta líka. Þess vegna segir drottin það að við berum ábyrgð sjálf og okkar trú og hann leggur allt fram sem hann veit að ég og þú þurfum og hvetur okkur til þess að nema sýnfræði. Og svo förum við að uppgöta það að hann er raunverulegur. Og þú getur talað við hann bara eins og þú talar við vininn þinn. Og svo kemur á þann stað, góða stað, að hann í raun og veru er allt í öllu í þínu lífi. Er þetta hægt? Þetta er hægt vegna þess að drottin er lifandi Guð. Hann þekkir þig, hann tók þig að sér, hann veit bramboltið í heiminum og hann veit að heimur sækir á hennar kristnu og veit líka af hverju hann sækir á hennar kristnu vegna þess að heimurinn er undir afli andaveru vonskunnar og ekkert minna en það. Og þær eru útilokaðar frá náð og miskun lifandi Guðs, en þú ert það ekki. Og þær vita þetta og gera því allt til þess að fyrst og fremst að hindra að drottin komist eitthvað að þér. Og við höfum oft útskýrt það þannig að það sé veggur þarna á milli, hula. Þannig að þú sérð aldrei Krist með réttum hætti fyrir en drottin sjálfur sviptir hulunni frá og þá blasir dýri drottins við þér. Þetta var nú aldrei lengra frá þér en þetta. Og ég get alveg vitnað þetta atriði vegna þess að þegar ég frelsaðist, þá bara frelsaðist ég. Allt í einu var ég komin inn í eitthvað nýtt umhverfi sem ég þekkti aldeilis ekki, en þetta eins og allir menn hafði oft heyrt En það er eitt að þekkja einhvað eða hafa heyrt eitthvað. Það er ekki sami raunveruleiki. En núna hefur heyrt það og núna ertu inn í því og núna veistu hvað verið er að tala. En þygguru kennsluna sem að fram er borin. Ég reikna með því að þú gerir það, að þú hjartað þetta er orðið fullt af elsku til Jesú. Þetta skiptir engu máli hver talar. En þú þekkir það sem á að bera fram og þú þekkir það með réttum hætti. Og þú ert þar með, vegna þess að þú þekkir þetta með því réttum hætti, þá ert þú ekki að dæma neitt og segja einhver orð sem þú í raun og veru veist ekkert hvað merkja. Nei, akkur þú sagðir þau. Þú sagðir þau líklega vegna þess að hjarta þitt er fullt af hroka og dómhörgu.
Þú ert nýlega komin úr heiminum, segjum það. En hjartað þitt ennþá fullt af öllu sem það var fullt af í heiminum, undir afli syndarinnar. Þannig að þetta tekur allt tíma. Þess vegna það svo mikilvægt fyrir mig og þig sem að erum komin inn í rann Guðs, að við leitum á þær lendur þar sem að þetta allt saman í lagi. Og hvernig best að tryggja sig þar? Þú gengur undir náð og miskunn Guðs og þú hlustar eftir röddu hans og hann segir þér hvert þú átt að fara og hvað þér komið til með að líða best í þessum til að mynda samfélögum. Þau eru mörg og það er ástæði fyrir því að þau eru svona mörg því að við bara erum misjant fólk og okkur lindir betur við þennan hóp heldur en hinn og þannig bara þetta og þetta veistu. Og þetta heldur áfram, þar að segja þú ert komin inn í rann Guðs, líka þar. Og þeirra á þetta vera, þú áttu þetta vilja tilheyra þeim hópi sem að þér líður best í. Og þá er best að fara þá leið að leyfa bara Drottni að afgreiða þetta. Benda þér á og hann mun gera það. Af hverju? Nú hann er lifandi Guð og ekkert minna heldur en það. Hann tók þig að sér að því hann er lifandi. Hann er raunverulegur. Og þú sem ert frjálsmanniskja, hvort sem þú ert nýlega komin inn eða ekki, veist að hann er raunverulegur. Það vantar ekkert. Nema fyrir að þig að taka ákvörðun, ég ætla að fara þessa leið. Og þú sennilega eins og ég og fleiri segir þessi ægileg orð, hvað sem það kostar mig. Og þar sem betur fer veistu ekkert hvað þú ert að tala því að þetta kostar þig alls konar. Bæði ég hef reynda og þú líklega sem ert komin eitthvað spölkorn á þessari vegferð veist líka. Þetta kostaði ýmislegt. Og ég sagði þetta, notaði mig eins og þú vilt og ég sé ekkert eftir því. En maður þurft að þola ýmislegt sem að maður hafði ekki reynt áður og sumt bara kom hann spánst fyrir sjónir að maður skildi yfirleitt hafa þurft að snerta eitthvað á því. Af hverju? Er ég þá svona sekur maður? Nei. En það eru andaverur hér í heiminum og það eru vondar. Það veit alveg hver ég er. Og þær að benda þegar aðtóða að andaveru vonskunna eru með fullt af fólki undir sinni smásjó. Og þær að senda þetta fólk hingað og þangað og ljúga að því einu og öðru og það hleypur eftir því því að það er ekkert mál að ljúga manni og konu. Maður sem ekki á Jesús, hann er óvarinn fyrir öllu. Og það er hægt að segja honum allt og sannfæra honum allt. Því að maður sem er ekki undir afli Jesú veit ekkert hvað sannleikur er. Þannig bara er það. En við erum ekki þeim megin, ekki lengur, og við erum undir afli sannleikans og það er líka eins gott fyrir okkur að gera það sem er rétt með allan sannleikan í sér og í kringu sig og með allan aðgang á öllum sannleika. Það er eins gott fyrir okkur að breyta rétt og breyta vel og vera Guði til þóknarlegs og þægilegs ilms. Við ráðum þessu öllu. Þess vegna er hvatningin alltaf sama, gerum vilja Guðs, verum undir afli Guðs og leyfum Jesú að eiga við hjart okkar, því að þar eru uppsprettur lífsins. Þar er allt það sem við erum að glíma við líka. Þetta er allt þar. Og þetta vitum við, mörg af okkur. Þannig að ílskan er grassirandi í heiminum og hún fyllir hjartað. Þess vegna eru menn svona grimmir. Þess vegna líka eru menn svo oft svo vondir hvorn við annan og þeir eru að bera út alls konar sögur sem engin fótur er fyrir og telja sig jafnvel vera með sannleikan og vörum. Þetta er blekkingarafli sem er í gangi. Og þetta er það að því að þú ert óvarinn. Þú hefur enga vörn og enga varnir uppi og hvar ætlar að fá þessar varnir? Það er búa í Kristi. Og þegar Kristur tekur þig, þá líka ertu komið með þessar varnir og þú ferð að sjá
allt sem þú sást áður með alveg nýjum hætti. Þetta þetta nýja sem gerist þegar Kristur kominn. Og þú fer að sjá skilin að það gott og það illt. Og þú spyrir þig, ég vil vera undir þessu góða. Af því þú komir þangað. Og það vinnan fyrir mig og þig, það að vera þeim megin. Og núna erum við á stund sem að hvetur okkur í að vera þeim megin sem réttu megin. Og það Kristur. Það ljós hans, stýrið hans og allt sem hans þar. Ekki hinum megin. Það bara myrkur. Það bara lygi og svindl og svínari og allt það. Og ertu ekki búin að fá nóg að allir því? Jú, þú ert búin að fá upp í háls að því. Og núna þekkjur þið hitt og nú skaltu keppa eftir því að fá hitt til þín sem þetta góða falla og góða og fallega og vera undir því því að nú þér boðið það. En þú þarft að velja þetta. Eina sem ég get gert fyrir þig að bara hvetja þig áfram á þessari leið og það ger ég. Og ég fæ hvatningu frá mörgum að gera sama fyrir mitt líf. Og ég nú svo blessaður maður að ég hef nú gert það. Og það engin breyting á þeirri vegferð og akkurju. Akkur ætti ég að heikjast á því að vera undir því besta. En þú þarft að hafa fyrir því og ég þarf að hafa fyrir því og þetta vinna hins kristna manns, það að hafa áfram fyrir því til þess að tryggja sér áframhaldandi göngu á veginum til lífsins. Já, veginum til lífsins. Þú ert komin á hann þegar það Kristur opinberast til. Þá ertu þannig komin á vegin til lífsins. Já, hann langur og það fer eftir því hvað þú ert gömul manneskja þegar að þú kemst inn á þennan veg. Sumir ganga þennan veg svo til allt sitt líf og ég segi það lukkuna fanfílar. En menn að komast inn á þennan veg á öllum aldri. Þannig að eftir því sem þú kemur þangað eldri þá alveg ljóst að veglengdin styttri því einn daginn þá hverfum við öll hérðan. En við tökum það með okkur sem við hörfum með dóum út frá. Ég vil að mitt hjarta sé fullt af trú þegar að þeirri stund kemur og ég veit að ég hef daginn í dag til þess að byggja upp þessa trú. Og þess vegna líka ég að gera það sem ég að gera. Ég að byggja upp mína trú með því að segja það sem ég að segja og byggja trú í aðra með mér upp og það hugsunin sem að Kristur gefur okkur. Við erum ekki lengur bara að horfa í ein barm, við erum líka að hugsa hina sem í kring, bæði trú og vantrú. Því að vantrúin bara fólk, hvorki betra að vera fólk en annað fólk. En það undir þessu afli sem að segir því ekki satt, sem spinnur og vinnur með lýjina af vopni. Og það vandinn sem við að eiga. Og þú getur ekki að ráða neitt við þennan vanda nema Kristur komi inn, því að hann ýtir þessu til hliðar. Og þú einhendir þér í orð Guðs og þú finnur þér samfélag til að vera í og stundar þetta samfélag. Það ekki bara eftir dintin og dantin samfélag. Þú áttar þig á því að þessi staður staðurinn sem þú munt vera á og með þú enn lifir. Við köllum það samfélag, við köllum það kirkjuna. Það staðurinn sem að Kristur á til þess að hópa sínu fólki saman sem að sameiginlega á Kristi sínu hjarta og lofa saman Krist með einni röddu. Þetta hvatningin sem hann setur niður vegna þess að hann gerði allt fullkomið. Það vantar ekki neitt. En vilji minn alltaf aflið sem ræður. Vill ég fara á stund, vill ég vera í samfélaginu eða vill ég það ekki. Vill ég þóla allt þetta fólk sem að mér kannski mislíkar við og allt það. Já, ég vill það. Að ég veit hver ég stend og ég veit hvernig ná að gera þetta. Þannig að við látum ekki deigan síga þó að okkar áliti blási á móti inn á milli. Það mun alltaf blása á móti. En mitt ákveða að halda bara áfram. Og það hefur maður nú gert í öll þessi ár. Ég frelsaðist eins og ég hef oft sagt 1989 og það 2024 í dag og við nýbúnar að kjósa okkur forseta. Nýjan forseta.
sem svo 7. í röðinni íslenskum veruleika. Þú aðtúa það að það ekkert mjög langt síðan að Ísland öðlaði sjálfstæði. Það ekki komin ein öld síðan. Þannig að þetta ungt lýðræði. En það lýðræði, við erum sjálfstæð og þú ert líka sjálfstæður í Kristi. Þú getur valið að vera þar eða fara á það. En Guð forði okkur öll frá því að missa þannig vitið að við förum þaðan. En ég veit menn sem hafa farið þaðan. Ekki svo að skilja að ég harmi það neitt, þetta bara svona. Ég geti ræðið hvort ég ekkert hvar menn eru. En ég veit bara hvað ég vil. Og ég segi, ég vil ekki yfirgefa kærleiksboðskap Krist neð kærleiksríkan faðm hans og vináttu. Já, vináttu. Hann vinur minn. Og þú ert vinur hans. Veistu af hverju? Hann segir það sjálfur að því þú gerir vilja minn. Það sker á milli vináttu við hann eða ekki. Svona hann nú alveg 100% ákveðin í því að vilji sinn sé hið rétta. Og þetta eitt af því sem að kennslan og ganga með Kristi reynir að koma inn hjá okkur. Að vilji Krist einfaldlega betri mínu vilja. Og hver maður eða kona sem hefur gengið þessa vegferð, jafnvel áratugum saman, viðurkennir ekki þetta. En hver langan tíma tóka hann að komast inn á þennan stað þar sem hún bara í öllu sinni mætti viðurkennir þetta. Ég veit það ekki. En þetta vegferðin líka að komast á þann stað í fræðunum, í göngunni, að við viðurkennum þetta að vilji Guðs betri mínum vilja. Og hvað merkir það? Það merkir svo margt. Þú dælið meira af sjálfum þér sem sagt það sem ég vil gera og þú hugsa bara hvernig vill Kristur að ég hegði mér og akti. Og hvað segir hann? Við vitum þetta. Hið góða fara og fullkomna. Og ef þú ert að ljúga upp á fólk, það ekki hið góða fara og fullkomna. Það vont. Ekki vera þar. En ég ekkert að banna þér að vera að þú vilt það. Ég ræði engu það hvað þú ert að gera. Nei, heldur hvað ég að gera, þú hvað ég að gera. Þetta snýst ekkert það. Þetta snýst það að segja hvað Kristur vill. Við erum hérna til þess. Ekki benda á bresti hvor annara. Við erum að segja hvað Kristur vill. Hið góða, fagur og fullkomna segir Kristur. Hann hefur alltaf sagt þetta og hann segir þetta enn og aftur af hverju. Erum við ekki búin að ná þessu? Nei, við erum nefnilega ekki búin að ná þessu. Þess vegna hamrar hann alveg stöðut á þessu, hið góða, fagur og fullkomna. Hann þetta. Hvað segir þetta mér, Konráð? Vertu undir hans náð og miskun. Og hlýtu á hvað hann hefur að segja, taktu við þeirri fræðslu sem hann með. Láttu hana vera númer 1, 2, 3 og 4 og svo framvegis. Og þá segir hann, Konráð, þá mun þér vegna vel í þessu lífi. Og hefur mér vegna vel, mér hefur vegna vel, já. Ég hef ekkert undan eina kvarta. Og ég hef lagt mig fram að nema fræði drottins. Og ég hef líka gert köllun mína sem að vera að gera þetta verk sem ég að gera hér og mörg önnur verk sem ég að gera bæði svona þessi andlugu verk og svo líka náttúrulega bara venjuleg verk sem maður að sinna. Og þar erum við öll, en kannski misjafnlega dugleg við að sinna þeim verkum sem að drottni snýr. Að þau verk elsku við að gera. En við erum stundum svo einkennilegt fólk að við gerum ekki það sem við þó elskum að gera. Af hverju? Það andlegt. Þannig nú hjartamannsins uppbyggt að það slæst alltaf við þetta. Það ekki rétt um mér. Bara myndu þau á núna hversu oft þú togast á við það sem drottin vill að þú gerir. Hví oft? Kannski hvert einasta skipti sem að, já, þú ferðast að, það var nú bara til dæmis með í morgun. Og ég búin að vera trúaður í öll þessi ár og ég eiginlega vissi ekki hvort ég nefndi að gera þetta eins og enn.
þannig að maður ekkert betri en aðrir. En hér ég, að þegar maður lætur alltaf undan þessari leti, þessari þvælu og þessari vitleysu, að þegar maður veit hvað maður á að gera, þetta ekkert búið. Og þú kannski þakka fyrir það að þetta ekki búið og kallinn mæti nú alltaf yfirleitt. Þú vilt heyra þetta, þú vilt heyra þessa hvatningu. Hún ekkert komin frá mér, hún komin frá trúminni, frá drottni. Og þetta náttúrulega líka ábending það sem að maður hefur aldeilis fengið að sjá, að drottni tjaldar ekki með nokkra mannesku til einnan lætur. Ef hann gerir eitthvað, þá skaldu vita það að það langur vegur sem hann ætlar þér að vera á þessum stað. Ég búin að vera í þessu yfir, allir sé ekki að vera 25 ár síðan maður byrjaði með þetta dót. Ég ennþá við þetta. Að því drottinn tjaldar ekki til einnan lætur. Og þetta ekki bara ég, þetta ávið og okkur öll. En sumir heikjast á þessu, að þeir nenni ekki, eins og ég í morgun, en ég let ekki undan því. Ég reyndar hef aldrei látið undan því, en ég hef stundu þurft að glíma við þetta. En sumir láta undan þessu, og þá bara dauður skjár, þegar þú vinur minn ætlar að fara að hlusta á þennan ágæta einstaklinga, hvort sem hann þetta andlit eða eitthvað annað andlit sem þú ert að leitast við að hlusta á. En sumir eru þannig að þeir eru þarna stundum og stundum ekki. En það rangt. Gerðu það sem Guð hefur kallaði til að gera og annað, hann mun sjá til þess að þú hafir allan tíma sem þú þarft í það. Og ég spyr, hver ekki störfum hlaðin? Við erum alltaf að afsaka okkur á því. Ég hef svo mikið að gera, ég má ekki aðeins, en hver ekki þar? Ég þekki engan sem ekki svo störfum hlaðin að hann oft í vandræðum með tíma sinn, að sinna öllu. En samt sinna þessu, og það bara vegna þess að þeir telja sig vita orðið hvað mikilvægast. Ég segi, það ekkert mikilvægar en það að koma að orðið Guðs. Og þú ert sammála þessu að hjartaði það slæri takt við þessi orð. Þú átt sama Jesú og ég. Og hann talar eins við okkur báða og bæði. Berið fram mitt orð, segir drottinn. Og þú ert ekkert að heyra þetta neitt í fyrsta skiptið. Þetta búið að ganga með þig svo lengi sem þú trúað á Jesú. Svo lengi. Kærlegs boðskapur hann. Elska skaltu náungaðinn eins og sjálfan þig. Þú heyrir þetta hvergi nema í kristnum fræðum. Það ekki, rétt hjá mér. Og svo framvegis og svo framvegis. Og þetta eitt af því sem að Kristur hamrar á alveg endalaust. Og akkurri, hann þarf að gera það. Að því við erum viðkvæmt fólk, við erum svona í dag og öðru svo morgun og allt þarna á milli, við erum tilfinningaverur, við erum endalaust að gleyma þessar tilfinningar, við heyrum margt og það sem við sumt af því sem við heyrum og sjáum, það hryggir okkur. Að því við erum tilfinningaverur. Við erum ekki alltaf að taka allt rétt sem við sjáum og heyrum. Og það nú vandinn. Og Kristur veit að þessu vanda og hann tekur á þessu vanda. Þess vegna hann með þessa kennslu daginn út og inn sem hann dælir á okkur. Og þetta hvatningskennsla og uppörfun sem hann veit að við verðum að heyra og taka við eins og sumir gera. Að boðskapurinn alltaf góður. Og hver viðurkennir það ekki sem á réttum stað með sjálfan sig, en ég segi það að það ekkert allir með sjálfan sig á réttum stað. Okkur ekki. Að þeir hafa ekki ennþá skilið það að sjónin þeirra, alveg svo mín sjón, þarf að vera á Jesú. Á orði Guðs. Þetta þarf alltaf að vera þar. Og við sækjum í kennslu sem kristnar manneskjur sem að þetta bara bent á með beinum og skýrum hætti og engar málalengingar í kringu það. Það bara einn vegur og vegurinn Kristur, Jesús.
Sumir benda á marga vegi, reyndar ég hef aldrei heyrt það og myndi ekkert samþykja það. En það er svo margt í gangi. Og hvað er rétt af þessu? Spurðu Krist. Læstu þinni hönd í hans hendi og þú veist hvað hann vill. Þetta er ekkert flókið mál, en ég þarf að gera það. Ég þarf að stætta mig við það og lifa við þetta. Og það hef ég nú blessunarlega gert, svo já, alla mína trúargöngu. Sumt hef ég aldrei efast. Og ég efast ekki sumt ennþá. En ég þetta bæti við þekkinguna vegna þess að ég er að gera vilja Guðs. Og þá kemur þekkingin og réttur skilningur á það sem við erum að gera. Og það er alltaf nú góða að vera með skilning sinn réttan. Er það hægt? Það er alveg hægt. Láttu engan segja þér neitt það að þetta sé ekki hægt. Þetta er alveg hægt. En málið er og vandinn er að við þurfum að vilja þetta. Og þannig erum við aftur komin að mjög erfiðum stað að vera á. Það er þessi vilji minn sem vill ýmislegt. En trúargangan kemur því þannig til vegar að færra er ekki vilji Guðs sem þú ert að gera. Já, þetta er hægt. Að því við höfum lagt á okkur þá vinnu sem hefur sett okkur á þennan stað í dag. Þetta er alltaf vinnu, trúarvinnunin okkar, sem við fengi beint frá hæðum, frá hinum uppreisna Jesú. Og það er nú það sem við viljum. Við viljum lúta honum. Hann er herra okkar. Hann er það sem við eigum. Vísan. Alltaf. Á hverjum tíma. Trúir þessu? Já, þú trúir þessu. Vegna þess að þú trúa hjarta þetta meðtekur þetta. En ég veit að það er ekki allir sem trúa þessu. Að ég veit að það eru svo margir sem glíma eða burðast með þessa vantrú. Og vantrúin blæs ekki bara á það sem við þetta kristna fólk erum að gera. Það blæs og allt í kringum sig nema sjálft sig. Í raun og veru er sjálfið Guð þeirra. Sem er eiginlega ómögulegastu Guð sem til er. Við sjáum þennan Guð birtast í samfélaginu. Hver með sitt, hver með sína skoðun, hver með sín verk, alls konar verk. Það vantar sameiningatáknið sem við erum ofta að tala um. Fyrir mér er sameiningatáknið Jesú. Ég er búin að vera undir þessu sameiningatákni í bara 35 ár. Mér finnst þetta gott sameiningatákn. Sameiningatákn. Ég er í samfélagi. Ég er í góðu samfélagi. Og þar hefur ekkert slest neitt þannig séð upp á vinskapin. Menn fara náttúrulega eins og gengur og gerist í fílukotn út í annan, en það er aldrei neitt meira en það. Við erum alltaf vinir, við erum alltaf verið vinir, þetta kristna fólk. En auðvitað þurfum við að rífa okkur upp úr þessum tilfinningarsveiflum okkar því að við erum bara fólk, þráttur við það að vera kristið fólk. En við erum öll með orð Guðs í okkur. Og orðið segir til að mynda að elska það náungan. Og þetta pompar alltaf upp og hjálpar okkur við að sjá sýnina sem Kristur vill gefa okkur á hvort annað. Og þess vegna erum við þessir vinir. Það er ekki okkur að þakka. Það er vegna að Kristur er allt í öllu líka í þínu lífi. Og þetta er nú boðskapurinn sem hefur gengið út alveg frá því að Kristur og kristin kirkja varð til. Þannig að þetta er búið að ganga með okkur þannig að við erum án afsökunar að vilja þetta ekki. Og þannig erum við komin að vanda, vill ég þetta eða vill ég þetta ekki. Ég vill þetta, já. En ég get bara svarað fyrir mig. Ég þrái að vera undir þessu. Ég þrái að vita meira og fá þessa blessun sem ég veit að orðið vill gefa mér. En ég var að sækja í það. Ég var að vilja það. Og ég segi ég vill það. Og ég er að hvetja þetta til þess að vilja þetta líka, ekki vegna mín, heldur vegna þín sjálfs og sjálfra. Það sem er gott fyrir mig, gagnast mér vel, veit ég að er líka gott fyrir þig. En þú svo ég verður að vilja þetta. Það er ekki þetta að þvinga þetta neitt upp á þig.
og það bara heimskingi sem reynir að þvinga þetta upp á þig. Því að þú verður að taka við þessu á sjálfdóðum. Kristur þvingar enga til einsni neins, en hann kemur, hann talar, og vilji meðan maður ekki taka við því, þá bara svo. En hann kemur aftur og aftur og aftur, vegna þess að hann gefst aldrei upp með mannin. Það sem hann á, það vill hann líka fá. Og hann tekur marga, ég veit ekki akkur hann tekur ekki alla, en hann tekur marga og hann líka undirbýr mannin. Ég vitna það að þegar ég frelsaði, þá heyrði ég orð, eitthvað 4 mánuðum fyrr. Og þetta orð sem vinur mér las fyrir mig upp, í raun og veru leiddi mig til Krists. Það blundaði alltaf í hjarta mínu. Og Kristur vissi af þessu þar. Og svo einn dag þá sagði bara, nú tökum við konnagalna. Ég var nú reyndar ekkert gamall þá. Og hér ég að lofa Guð. Og hér ég, maður sem hef lofað Guð frá þessu andartæki. Þegar ég uppgötaði að það til Guð. Ég að tala ennþá þannig Guð. Þannig frelsara sem heitir Jesús. Hann heitir ennþá Jesús. Hann hefur alltaf heitað fyrir mér Jesús. Þannig að Guð gaf mér mjög svona staðfasta trú strax. Þetta það hjálplegt og þetta maður þakkláttur fyrir það, því að maður séð svo marga sem að hafa verið á vegferðinni, efast Guð, efast Jesú, efast svo margt, kannski var maður þar einhvern tímann, en ég segi það varði það stutt, ef það kom einhvern tímann upp. Þannig að þú getur alveg byggt undir þannig þína trú þannig að hún sé bara stabil. En þú gerir það ekki ef þú ætlar að vera eitthvað hafs í þessu. Þú verður að taka val. Og þannig á kennslan að vera, taktu val. Og ég hveti þetta til þess að velja Krist bara. Ég ætla bara að fylgja honum og svo segir þessu ægilegu orð, hvað sem það kostar mig. Þú segir þau en þú veist ekkert hvað þú ert að segja. Ekkert frekar en ég. Og maður hefur þurft að gangi gegnum alls konar þvælu. En ég sé ekkert eftir því að hafa sagt þessu orð samt. Því að þetta er alltaf maður byggt í manni trú og reist stóðir og fleiri stóðir. Þannig að trúin í raun óhagganlegt í mér. Óhagganleg. Ef ég get þetta, þá getur þú þetta líka. Og hver hvatningin þarna? Haltu bara áfram. Láttu þið hafa það sem þú þarft að gangi í gegnum. Og gætti þið ná að detti ekki niður í sjálfsorkun og aumingjaskap, því þetta er allt svo nærri okkur. Akkurju? Að við erum bara tilfinningaverur, við erum bara fólk, veiklunda fólk. Þess vegna þurfum við að keyra okkur upp í Jesú. Nú er dagurinn. Nú er góður dagur til að keyra sig upp í Jesú. Viltu það? Ég held þú viljir það sem Kristi manneski, en hvað þú gerir það ef við ekki hugmyndum. Akkurju? Að við höfum hvatningun allt í kringum okkur. Við höfum bræður og systur sem hvetja okkur áfram. Þetta er allt saman búið af Jesú. Hann sér sína. Hann segir sjálfur, ég mun ekki sleppa þér hendinni. Hvað merkir þetta? Hann sendir til þín orð til að mynda í gegnum þennan einstakling til þess að beinlínis hressa þig. Þetta er Kristus sem gerir þetta allt. Og þetta er ástæðan fyrir því að maður hefur reynt að sinna þessu. Að maður hefur ekki látið undan því þó maður nennir þess ekki í dag. Ég hef alltaf farið í þetta. En ég sagði áðan og það er satt að ég ætlaði að sleppa því núna. Hér er ég. En að ég þarf að glíma við þetta ekkert síður en þú. En kannski munurinn á mér og þér er að ég hef nú ekki ennþá látið undan þessu. Þessari leti. En segir okkur það að við þurfum öll á Jesú að halda alltaf. Í hverjum kringumstæðum. Þá þurfum við á Jesú að halda. Og þetta eru ágætis lokaorð og Konráður sem bara þakka fyrir sig og segir, ég ætla að halda þessu áfram, en þú mátt alveg biðja fyrir þessu. Í Jesú nafni.